Góðir Íslendingar. Þið eru fóðar. Arnar og Hím. Það eru hestöfl í Hólarta. Ég er próteinmaður, skilur það ekki? Ég dref þetta bara einn hérna. Má ekki bjóða meistaranum að kaupa? Jöfnir, gangi í bæ. Við þökkum fyrir viðskiptin á árinu sem að líða og óskum öllum landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Elías Þórhallsson, sæll. Sælumlösi. Ræktandi. Já, aðeins. Þú ekki að róðna yfir því? Nei, Þú ert að rækta svolítið, er það ekki? Jú. Segðu okkur eins frá því. Við erum að rækta hross, kenndu Koltusey og byrjuðum fyrir svona, markviss svona fyrir kannski 6, 7, 8 árum eitthvað svoleiðis. Þó maður aðeins svona að vera að gulla við þetta áður. Já. Með væga satt misjöfnu árangri. Já. En nú ertu núna búin að finna hérna taktíkina? Ég fann lykilinn. Og hver er hann? Hvernig hérna? Það er engin lykill, þetta er bara heppni. Þetta er svo Brynja Vilmundar sagði við mig sko að hrossarækt er bara heppni, annarkvort hefur ræktunarlánið ekki og ég var bara eftir að koma hvort ég hef eitthvað að því. En það gekk vel núna síðasta árið og síðustu 2 árin, við erum búin að sýna 8 hryssur í fyrstu öll á þessum tíma, þannig að við getum ekkert kvarta neitt. Nei. Byggist ekki líka meira hérna flotan? Jú, það er náttúrulega svona eiginlega, má segja, ein meri sem að hefur dreigið vagnin stórhlutu til, það er Kjarnorkur á Sauðárkróki. Já. Það hefur verið búin að sýna 4 merar undan henni og allar í fyrstu velun. Já. Og þar er meðan 2 sem voru á landsmótinu í sumar, 4 og 500 meri. Nýtt sem var hérna í velunarsæti á landsmótinu í 400 flokki og hérna, og svo Álfasteinsdóttir sem var á landsmótinu, hún svona var ekki alveg, hún átti ekki sína daga þar. Besta dag. Þannig þess vegna við heldum henni nú ekki, við ætlum að, hún svona, hún fór hérna í 8:40 fyrir hæfileika og okkur finnst hún bara eiga svo mikið inni að við ákvaðum að eyða 1 vetri yfirbútt. En Stáladóttirinn 4 vetrar, hún fór undir krák og er fyrir full. Og hvað erum við mikið að hérna, merum í ræktu núna? Hvað er að fá mikið að fóla? Þetta eru 2 fjölskyldur, er það ekki? Jú, það er sem ég og systir mér og mágur og hérna Þórhallur hérna, litli strákurinn. Já. Þetta er svona sameiginlegt hjá okkur. Já. Og hérna, hvað erum við að fá, Dóti? Við fáum ekki 10 eða 12 fólk núna í ár, held það. Jú, við félstu. Já. Það var að halda Dóti að hrissu. Já, við heldum Dóti miklu núna. Það er svona, Það er ekki kreppa hjá ykkur? Þið eru ekkert að Jú, bullandi kreppa, maður bara eyðir öllu sínu og meira til í þetta. Já. Þetta er bara lífið. Það er bara að snýst þetta og annarkvæmt spila maður með á fullu krafti eða sleppir. Já. Eða maður alltaf vinnur ekkert í lottóinu ef maður spilar ekki með. Nei, þá er bara engin vinningur. Þannig að við hérna, hvað það bara heldum, við fórum með hérna, fóru 2 undir loka, 2 undir krák, 2 undir stála. Já, og önnu var þetta gjöld, þetta stála, en svaraði bara. Nei, ekki að finna hérna, líka að finna nakkan hjá þú. Já, hérna þetta er Álfinn og hestin okkar hérna Svartni miðsitju. Já. Og eitthvað svona, 1 undir Font og Svörð frá Koltusey, Arnvið frá Hveragerði, það var Trausta frá Blesastöðum og Krák. En hvernig nú hafa nú margir brent sig á því að fara að halda allt og mikið undir sína eigin hesta? Hérna. Það er mjög hættulegt. Já. Mjög. Ég fórum með hérna, við haldið þess undir Svartni og hann er ekki fyrstöluna hestur en við erum bara búin að temja þess undan og erum alveg gríðalega ánægðir með það. Trúa á honum? Já, rosalega. Og hann er svona, hann er stígandarsonur, gefur ekkert ósvipur hross og hann er mikill fótaburður, svona ofsalega auðvitað í tamningu. Svona, þannig að töluvert fallegri samt. Já, þau eru svona heldur myndaleg. Fallegri en stígandi. Já. Töluvert fallegri en hann. Þannig að, jú, maður verður aðeins að veðja á sig. Það er ekki á mikið, ég er alveg sammála því. Það má, og ekkert, maður þarf að hafa trú á því, en samt ekki. En maður notar ekki sjálfur hver á þá ekki. Það er einmitt líka máli, sko.
En hvað hérna efnilegast í húsinu? Dóti? Efnilegast? Eða best? Ætli best sé Spari ekki viðtölum. Álfasteinsdóttirinn. Já, hvað hún? Hún hérna, aðeins innar. Hún hérna. Já. Þú sé ekki best þessi. Já. Það myndi svona segja það. Já. Þetta Kjarnorku dóttir. Já. Og við slegist að fá að fara á þessa. Nei, það fær engin annar en ég að fara á hana. Það bara eiginlega sem fer á hana. Greinilega, við stóðum upp á því sig honu engin líka. annar að snerta hana. Það bara hann og Danni Jóns sem fá að fara á hana. Já, ok. Það þú margar klukkutími í vinnun á dag sem að þú veist ekki þegar það er... Já, ég kom með eftirlitsmyndakerfi og ég fylgist með þeim í tölvunni. Já, skilði. Ekki við drafna að vinnusökin eru ríkali. Já, það Svo er þetta með hérna stöku sem að kannski svona vakti smá eftirtekki fyrir það. Mikið tóndabörður og... Já, staka frá Koltsey. Já, stíganda dóttir. Hún er feikna flott, 9-12 brokk og fegur. Nei, og vilja. Já, hún fær ekki 9 fyrir fegur í reið. Hún er ekki... Þetta er ekki nóg flott Nei. En, já. Þetta er glæsileg mér. Já, hún er flott, skemmtileg. Hún getur nú þakkað mér pínlítið fyrir að... Algjörlega. Algjörlega. Ég hafði eftir að hérna fá það hjá þér. Já, þú vildir ekki mömmuna, bara, svona er þetta. Ég bara er að hjálpa til. Já. Nauðsynlegt að fá hjálp. Já. Nákvæmlega. Enda sérðu það, þetta er bara allt annað. Þetta er allt annað. En hérna, þú veist eitthvað aðeins að rífast með mig hann blubb. Já. Það er eitthvað skoðanur og blubbi. Já. Ég er ekkert rosalega hrifinn af því. Nei. Mér finnst það bara að gefa svo ranga mynd, sérstaklega afkvæmarhrossunum. Já. Og já, allavega ég horfi aldrei á það sjálfur. Nei. Og verð rosalega feginn ef við myndum losna við þetta. Já. En útlendingarnir, þeir horfa mikið á þetta. Já, því miður, þá bara virðist þetta allt snúast þetta hjá þeim. Já. Það er bara... Þau horfa bara á þessar tölur og halda þetta sé einhver heilagur sannleikur sem er náttúrulega svo fjarri. En hvernig væri þetta að breyta blubbuna? Ég er náttúrulega bara að fá bara tölunar inn aftur. Ég vil bara sjá hvað þeir eru að gefa þessi hross, eins og þessi stóðhestar. Og þá ertu fyrst og fremst náttúrulega að tala hérna stóðhestina og ræktuna merarnar. Já. Að það sé afkvæmin þeirra stjórna ekki nógu vel blubbunni, eða ætti að gera meira. Nákvæmlega. Og alveg eins og við höfum bara séð þessar topprissur sem eru að gefa svakaleg hross og þau ná ekki heiðusverðlaun fyrir ákvæmi. Hvað er það? Nei. Þetta er náttúrulega bara, og alveg svo, ég tók dæmi með Kjarnorku okkar á það, sko. Já. Að hún hefði búið að sína 4 og öll í fyrstu verðlaun. Þar á meðal 400 mér í fyrra, 824 og 500 mér í 820. En samt lækkaði hún 2 komur í blubbi. Hvað segir þetta okkur? Þetta er bara bull. Bara bull. Já, bara þvæla. Út með þetta helviti. Já. Endu því. Nú þarf ég að segja þetta píp þannig. Já, ok. Nú, já. En hérna, hvað er svona stefnan hjá ykkur? Það er nóg að gera í Tamlingun? Í vetur. Já, bara vetur, næstu ár. Bara að gera enn betur heldur en við gerðum í seinasta vetur. Já. Það er maður ekki að stefna því. Gera alltaf betur heldur en maður gerði í fyrra. Jú. Og hvernig ætlaði að gera það? Sýna fleiri hross í fyrstu verðlaun? Já. Bara koma og vera dálítið sterkari bara, koma sterkari til leiks. Já. Það er svona maður sem kannski hittir ekkert alltaf á svona hrossin sem var með í fyrra. Það var náttúrulega mjög góðar hryssur þarna. En ég er svona á ekki vona að við sýnum eins og til dæmis fjárhættarhryssur aftur. Nei. Ekki núna, sko. Gefið þeim eitt ári við. Já, mér fannst þetta eins og með Stáladótturinn sem sýndum við fyrra. Þetta er bara ómikið. Þetta er bara... Það er ekki mörg hross en þola þetta, sko. Og það sýndi sig eins og með hann á landsmótinu, sko. Hún var bara ekki eins og hún átti að segja vera, sko. Og þó hefur náttúrulega verið fín, sko, allt það. En... Þetta getur líka náttúrulega andlega hliðin er náttúrulega mikilvægari heldur en fólk kannski. Nákvæmlega, það sem ég fann svolítið á henni, sko, með svona... Má tapaði gleðinni helvíti mikið, sko. Þetta er... Þannig að ég, eins og ég voru, sko, alveg pottið til sínum engi fjárhættarhross. Ekki, kannski tótt, ég veit það ekki. Bara að dýra niður ykkur, þannig að ég veit ekki hvað það gerir.
Það er allavega ekki stefnan. Nei, ekki á mér. Það er þá ekki nema að sé eitthvað sérstök trippi. Já, þau þurfa að vera verulega sérstök, sko. Já. Það er kannski ágætt líka bara að gefa þeim smá pásu. Það er ekkert kannski þannilega framöndan, ekkert landsmót eða ekkert svoleiðis. Nei. Nei. Kannski ekkert stress að vera síðan sér Fjörðarás. Alls ekki, sko. Við hefum nú nóg öðru ósýndu þannig. Já. Það er vonandi eitthvað að koma í dóm. Já. Já. Þetta er ekki stór árgangur hjá okkur núna, sko. Það eru bara 3 hryssur. Já, það eru bara 3 hryssur í þessu. Það er ekki meira sem hryssur, sko. Já. Það er engin stóðhörtur inn í húsinu sem að væntingar til? Nei. Það hefur bara meitt stóðist inni. Já. Hafið þið þá verið að gelda mikið? Við höfum nú bara... Eða verið heppnir og fengið mikið hestum? Við erum að fá langmesta hryssum bara. Já, eins og Kjarnorka, hún hefur aldrei gefið hest. 8 merar í röð. Já. Það er draumur ræktunarmannsins. Já, það er. Og hinar hryssunar hafa bara gefið okkur ekkert af hestum, sko. Það, já. Svo kemur einn stór árgangur næsta ár. Já. Þá er eins og að vera búið grísja vel og... Já. Þá. Það eru þá 7 hryssur sem við fáum inn á næsta ári. 7 hryssur á fjóða. Já. Það er svona, fer fjölgandi. Já. Eitthvað að lokum strákar sem þið vilja koma á speki? framfæri? Einhverja speki? Nei, við höfum ekkert í málananleikjum. Ekkert meira? Nei, þetta er bara... Þú veit ekki að segja leyndamáli? Nei, maður lumar bara á því og það er ekki tinnið lindamál. Nefna bara að kaupa lottó með vill minni. Já, akkurat. Það er náttúrulega bara líka að sinna þessu vel. Það er ekki... Og það er maður náttúrulega að reyna að gera. Þannig að maður með Tóta hérna í vinnu. Og Söru náttúrulega, við mögum ekki gleyma Söru. Sara. Hún er nú betra en engin. Hún er hérna... Hún kom hérna við félagsmálastofnunar. Hún er alltaf svo einu sem er að vinna núna. Já, hún vill ekki taka þátt í þessu með okkur. Nei. Þú varst undan viðtali. Þú vilt alls ekki fá að vera með. Nei. Já. Magna. Er þetta bara gleðileg hátíð? Já, sömuleiðis bara. Takk fyrir komuna. Gangi ykkur vel og við skulum sjá hvort að þeir verða óskðinni að Blubbi verði lagt niður. Já, eru þú ferð í þetta mál fyrir mig? Já. Ég lofa engum árangri. Nei, þú gerir þitt besta, ég veit það. Já. Herri, takk fyrir spjallið. Takk fyrir þess. Og læsti sér á kaffistofu. Sara, segðu okkur eitthvað Tóta. Hvað vilt það segja Tóta? Hvernig er Tóti? Hann er ágætur. Er hann að standa sig, finnst þér? Já, fríðisbiltur. Já. En hvernig eru þið, segðu mér aðeins, hvernig er að vinna hérna á þessum stað? Það er nú bara fínt enn sem komið þér. Já, eru það, enn sem komið þér? Það var svona smá efi. Ekki búin að vera lengi en þetta kemur alltaf ljós. Já. En þú verður að vera með á mynd, þú hefur falið á... Hún ætlar bara að sjá hvað hann fær í jólagjöf. Já, fyrst. Þá tekur hún ákvörðun. Já, hún er alltaf að býja til jólabónusnum líka. Já, það er ekki ennþá komið. Nei, þetta er alltaf leiðinni, sko. Þú er fría tryggingar. Já, bóttið. Fría tryggingar í 3 ár. Já. Það er dýll, máldaut. Það er ógætt dýll.